When the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us. Just the two of us, building them castles in the sky. Just the two of us, you and I. We spent the time for love and tears, wasted what's all that is, but we don't make no flowers growing. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. But we gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us, you and I. Augnlokin hans eru þung og hylja augun til háls, og augun hans eru svört, svo svört að það gæti verið skrákvætt, svo svört að þú efast að séu yfir höfuð mennsk. Þú getur ekki vitað hvað liggur á baki svona augun. Þú getur ekki vitað hvað hann að hugsa, og ósamræmið í augaformum hans bendir til þess að hann viti það ekki heldur. Og með þessum augum horfir hann á mig eins og hann viti öll svörin því sem gæti mögulega spurt hann. En á sama tíma eins og hann sé alveg sama. Og hann með hrukkur, brosur, þótt hann brosi aldrei, nema þegar ég segi eitthvað heimskulegt. Og þú getur horft á það tvær leiðir. Sú fyrri að horfa þær eins og heitlandi sem bera vitni hann hafi allan þennan tíma verið til og dást af öllum þeim brosum sem skáru í hann til suður. Hin leiðin að horfa á andlitið hans og ímynda sér hvernig það væri öðruvísi ef hann væri ekki með þessar hrukkur. Þá byrjar hann að horfa betur og getur nánast séð andlitið hans hrörna, eins og sett að fjarlægja umbúðir utan á múmíu. Og þú heyrir röddina hans sem þið þótti áður svo heillandi. Hún varð önnur rödd. Nei, ekki einu sinni rödd. Það sem þú heyrir núna ekkert nema suður og skordýr gefa frá sér. Þurrt, langdregið, tilgangslaust, ómannlegt. Og þú tekur skref tilbaka og þú sérð ekkert nema pöddu á stæðum mann. It's the time of the season when the current's high. In this time, give it to me easy. And
Nei sko. Ég bara þarf að þekkja þig, komdu sæl. Sæl. Þú lítur út eins og fyrirsæta úr glanstímariti frá 7. áratugnum. Og þú ert líka klár. Ég sé það í augunum þínum. Augun þín eru svört. Er það? Ég ætti að vera blá. Þú ert nú líka í öllu svörtu. Af hverju í öllu svörtu? Ég alltaf í öllu svörtu. Og hvað svona ung stelpa eins og þú alltaf að gera í öllu svörtu? Svartur bara látlaus og classy. Finnst þið svartur látlaus? Þú verður ákveðin típa í þessari svörtu kápu og þessum svarta kjól. Þú verður svona dark típa. A fairy who runs from the presence of the sun, following darkness like a dream. Reynirðu mikið við svona dark típur? Heyrðu, ekkert svona. Þú klæddur svart, einhver sérstök ástæða fyrir því? Nei, þetta bara það fyrsta sem ég fann í skápnum mínum í morgun. Bara búin að vera svona fancy allan dag. Við hvað vinnur? Þú veist alveg við hvað ég vinn. Nei. Nú, jæja. Viltu koma með mér heim? Nei. Af hverju ekki? Ég var að koma. Og hvað, ætlar að líta betur á úrvalið? Finna þér einhvern annan? Nei, ég fenn ekki. Hvað er klukkan bara 11, hvernig lokar? 3:30. Ok, það er nógan tíma. En þú vilt ekki vera hér þegar það lokar. Af hverju ekki? Vegna þess að það er engin staður jafn örvæntingarfullur og skemmtistæðar korteri fyrir lokun. Er það ekki bara gaman? Að vera á stað fullum af mönnum í hjartslátt í formi niðurteljara. Allir með það eina markmið að fara ekki einir heim. Og það er kalt í kvöld. Og kuldinn gerir mennina enn þyrstari í hlýjuna. Enginn vill vera einn í myrkrinu. Þú skilur. En hvað ætlar hans að gera hérna til korter yfir 3? Nei, ég er farin fyrir það. Heim til þín? Kannski. Nei, þú fær alveg með mig. Hvað sagðist vera gömul? 20. 20? Óþekka stelpa, I could be your dad. Af hverju þú talaði um svona gamlan kall eins og mig? Kannski er ég bara fyrir eldri. What? Nei, þú hljómar ekki við. Kannski. Reykir þú gras? Ég stunda það ekki, nei. Þá ætla ég nú ekki að vera að bjóða þér að deila inn í Jónu. Jú, deilum inn. Óþekka stelpa. Svo hvað ertu að læra? Leiklist. Ertu að læra leiklist? Mér langar að læra leiklist. Auðvitað langar þér að læra leiklist. Hvað er séð mig í mörgum myndum? Einni. Og hvernig stóð ég mig? Þú varst góður. Góður. Þú varst mjög góður. Örugglega besti vondi kall í sögu íslenskra kvikmynda. Og sá hættulegasti. Ég heyrði að þú hefði kafað aðeins of djúpt inn í karakterinn. Ég myndi nú ekki segja það. Þú ert svolítið illa séður, Ægir. Fólk er svo precious. Samt alveg hættulegu karakter til að fara í. Hver? Þannig sem þú leggst. Þeir skilja alltaf eitthvað eftir þessi karakterar sem það leikur. Allt sem að maður gerir í lífinu skilur eitthvað eftir sig. En það eru bara leikarar sem eru svo heppnir að fá það á prenti. Samt alveg hættulegu karakter. Veistu hvað það er sem gerir hann svona hættulega? Hann er narcissisti. Jú, vissulega. En það sem gerir hann virkilega hættulega, veistu hvað það er? Segðu mér. Hann er hættulegur vegna þess að hann veit hvað ein manneskja getur gert. Ég er á fucking besta stað í lífi mínu. Ég er á besta aldri með stórt tippi, ennþá með stinnan rass og á fucking heita dóttur. Hvenær varstu síðast fullnægingu? Ég man það ekki. Færðu það einhvern tímann? Já. Mikið er ég glaður að sért að fá það. Takk fyrir það.
Ég ætla að fá koss frá þér áður en þú ferð heim. Þú heldur það. Þú ert ekkert hættulegur. Ég hættulegasti maður sem þú mynd nokkur tímann kynnast. Menn eru ekki hættulegir. Knowledge is power. Því meira sem þú veist, því meira áttar þig á því að heimurinn bara einn stór leikvöllur. Leikvöllur? Já, og við erum komin. Hvert? Nú, á leikvöllin. Velkomin á leikvöllin minn. Leikvöllurinn heimurinn. Sem þú getur tekið í sundur og byggt upp aftur. Gluggar úr plasti sem auðvelt að brjóta. Veggir úr pappír sem auðvelt að rífa. Taka þau í sundur og byggja þau upp aftur. Því þannig veistu að þetta sé bara dúkkuhús. Það væri ekki svona auðvelt að brjótast inn í alvöru hús. Því alvöru hús eru traust og staðföst. Og það hanga dúkkur frá loftinu, frá húsunum, frá himnunum. Þær hanga frá mörgum, mislöngum spottum. Og ég get togað í þessa spotta. Stundum varlega og stundum harkalega. Ég læt þær leika við hvor aðra. Og ég læt þær leika við mig. Þannig veistu að það séu bara strengjabrúður. Það væri ekki svona auðvelt að stjórna alvöru fólki. Stórir og loðnir bánsar liggja á götunum og inn á börunum. Og þeir eru með lykil í bakinu sem hægt að snúa. Svo ég tek á trekki, skila þeim svo aftur niður á jörðina, snúandi í norður. Svo ráða þeir í fölskum tilgangi, þar til lykillinn kominn í upphafsstöðu. Hey! Og þannig veit ég að þetta eru bara bánsar. Það væri ekki svona auðvelt að tæla og trekkja alvöru menn. Á milli dúkkuhúsanna liggja lestarstýr, eins og slanga leikvöllinn. Og á henni dótalest, sem þú getur annaðhvort stokkið upp í eða stokkið fyrir. Og það verður aldrei vont
vont. Því hún búin til úr holum trékubbum á plasthjólum. Þannig veit ég að þetta ekki alveg best. Því annars væri ég löngu dáin. Hvað ertu að gera? Á ég að láta þig vera? Ha? Nei. Hvað? Hæ. Hæ, hvað? Ég var bara að spá hvort ég mætti spyrja hann eitthvað spurningar. Hvernig spurninga? Fyrir sögu ég búin að vera að nota þig eitthvað. Ertu búin að nota mig? Já, fyrir leikrit. Ég búin að nota þess að svona tilraunadýr og til þess að klára verði ég að fá að vita svarið við þessum spurningum. Ertu sannstu rithöfundur? Hefur eitthvað mikið að segja? Viltu svara? Ok. Af hverju ertu í öllu svörtu? Bara, mér finnst það þægilegt, nútral, þú veist. Er það samt? Ha? Fólk tekur alveg eftir því að þú ert í öllu svörtu, ég meina. Ég hefði ekki spurt, hefði ég ekki tekið eftir því. Er það þá nútral? Segð mér, af hverju ertu í öllu svörtu? Já, ég get nú spurt þig því sama. Af hverju þú í öllu svörtu? Nei, ég er að spyrja þig spurningar. Ok. Alltaf þessi ekki bara vegna þess að mér finnst það bara ég að vera í öllu svörtu og ef ég væri einhverju öðru, þá var ég að pæla aukalega í því. Þá finnst það ekki hlutlaus. Ok. Hvað sagðir eiginlega við með hann? Ég var bara að spyrja hvort ég ætti að láta þig vera. Og hvað meintir með því? Nei, ég á stundum til að árita fólk. Ertu svolítið crazy? Er ég crazy? Ég veit ekki. Nei, ég er listamaður. Nei, næsta spurning. Hvað finnst þér um þig? Nei, ég er alltaf eittur í þessa spurningu. Nei, kom on, svaraðu. Hvað finnst mér um mig? Nei, veistu, ég held ég þurfa að fá mér 2 drykki í viðbót og svo skal ég finna það að svara þessu. Áttu eftir að finna mig? Hvað ætlar að vera? Ég veit það ekki. Ok. Ég ætla að nátti niður. Ef þú svarar ekki þá læti ég bara vera. Ég svara eftir. Ok, ég læti vera. Nei, ég svara eftir. Læti vera. Ég er Valla, þetta sem er með mér. Í þessu lagi, standu upp.
Undan, ha? Sjáumst. Gott að sjá þig. Æ, nei, Sigga, ég? Ég ætla ekki að þekkja þig með þessu nýju klippingu og ég kann þig, henni. Við sjáumst í kvöld. Hey. Hæ, hérna, má ég ekki setja þetta með hér? Já, gerðu. Takk, skan. Hvað segir þið? Hvað, kemur oft einhverjar eða? Nei. Býtu, hvað ertu gömul í? 20. 20? Býtu, varstu ekki í skólaleikritinu hérna hjá með sæta mínum að þarna? Ég 20 hérna inni. Já. Já, ég skildi. Svoleiðis. Já. Heyrðu, þetta fengið 2-faldan kókjáður. Já. Mér fannst bókin þetta geggjuð. Last hana? Já, nei, við gáum litlu systur minni í hérna fermingagjöf, þannig staðst til að slökkva smá í hana. Geggjað. Já. Mér fannst þú líka alveg geggjuð í leikritinu. Hvað, er leiklist eitthvað sem þú ætlar að, taka það fyrir þér, eða? Já, ef ég hef tækifæri til, ég meina, þú veist, svo er ég líka búin að vera að skrifa og þú veist, ég er meira að pæla kannski að fara aðeins út í. Nei. Það virkar ekki, sko. Maður verður alveg að velja annað hvort. Það er nefnilega, sko, maður meikar það ekki einu ef þú leyfir báðar til að tíma frá hvort öðru. Það skilur þetta sem maður er frá að finna. Hæ. Hæ. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Ertu brennina? Já, nei, ég er bara að bíða eftir vinnu mín. Hvenær varstu að pæla að koma þér heim? Ég er alveg persónulega drykkjur. Sko, kallinn minn, músi. Nei, hvað látt ekki svo? Ég vil vera aðeins lengur. Ég er líka að spjalla við nýju vinkonum mína hérna. Hvað, Koddi, hvað er drykkja okkur svona? Nei, ekki núna. En láttu mig alltaf veita. Já, ég skal gera það. En svo ertu líka að skrifa tónlist núna, bara fullu. Janni, elska mín, ég skrifaði, ég málaði og örugglega allt það sem ég átti að gera núna í dag, en nei, ég hætti því fyrir löngu síðan, en sjáðu hvað ég er í dag, ég fæ borgað fyrir að fara í sleik og frægustu leikara landsins. En hvernig gafstu bara ekki gert þetta? Ég meina, að skera eitthvað svona í burtu var eins og skera mig frá sjálfum. Já, ég elsku barnið mitt. Það er það sem þetta gengur út. Listamenn þrífast á þessari ágist og skapa til að fylla upp í eitthvað tóm sem náttúrulega fyllist aldrei. Nei, sko, málið er að skera bara það sem veldur minnstum sársauka, því ef þú skerð eitthvað vitlaust þá einfaldlega myndi mig svo lítið. En þú veist, hvernig veistu hvað þú ætlar að skera af? Sko, svo til fyrir myndlistarmanni að fá ekki að mála er svolítið eins og fá ekki að deila fegurð heimsins með neinum, og fyrir rithöfund að fá ekki að skrifa er svolítið eins og að vera raddlaus og ósýnilegur alla sína ævi. En fyrir leikara að fá ekki að leika er svolítið eins og að deyja 1000 sinnum. Hvað segirðu, er ekki kominn tími á okkur? Hvað, akkur ekki farið að drikk með okkur og sest niður og... Ég er 27 ára gamall og ég á íbúð í Vesturbænum. Ég er orðinn allt of gamall til að vera svona lengi á svona stað, og þú ert ekki eins og nógu gömul til að mega vera hérna. Já, en ég er að skrifa leikrit. Þú er búinn að sitja hérna í 2 tíma að sögja tómu hvítvínsglasi. Er þetta ekki bara komið gott það? Og af hverju ertu hérna ein? Nei, ég er að bíða eftir vinnu.
Já, hvað þessi vinur? Klára að vinna. Svona seint. Klukkan 3. Hún sagði að hann væri að vinna hérna. Já, hérna. Og hvar hann? Þessi gæi? Nei. Hann þú veist þarna uppi bara. Ég meina bakvið. Já, akkurat. Já. Hvað koma? Já, ég held að það sé komið tími fyrir okkur að fara. Erst þú góð hér? Já, ég er góð. Takk fyrir spjalli og bara gangi að gegja þér. Já, sömuleiðis. Ok, stefnust. Þarf þú alltaf að vera svo mikil? Byrja þetta! Mamma og tala þig! Já! Fokkin hussa þig! Ég hata þig! Hún verður alltaf svona vinur þig! Já, þetta er hann! Ég var að kenna! Fokkin Getur þú sagt hvað klukkan er? 10:03. þyrnum af rósum. Kveikir í holdinu sem það heldur að þér hita bara til þess að leita skjóls hjá því sem þú hræðist mest. Þetta hlaut að fara illa.
til í neipinu og dáðist að logunum. Þetta hlaut að fara